Ég heiti Valur Guðlaugsson og ætlaði að vera með hérna örnámskeið í fasteignastjórunum. Það verður kannski í lengri kantinum fyrir örnámskeið, þar sem það er svolítið mikið sem við þurfum að fara í gegnum. Þar sem við vorum að gera talsverðar breytingar á fasteignastjórunum á milli ára. Það sem við ætlum að byrja á er uppsetningin sem þarf að fara í gegnum áður en þið byrjið á árinu. Þannig ég fer hérna í Navision og í valmyndinni aðalbókari að þá er komin hérna hnappur fasteignastjóri. Þessum hnapp verður bætt inn á hlutverkið innheimta líka. Þannig að það ætti allir að komast inn á þetta. Það sem við höfum hérna er síðan svona grafísk framsetning á fasteignagjöldum á milli ára og hérna villuprónir sem ég ætla að tala um síðar. En það sem ég ætla að byrja á er að fara hérna í fasteignastjóragrunn. Og það sem hefur breyst og það sem skiptir máli hérna er að setja inn kröfuaðila fyrir fasteignagjöldin og kröfuaðila fyrir boðgreiðslur. Það er það eina sem þið eigið að þurfa að breyta hér. Allt annað ætti að vera óbreytt. Hérna er uppsett hvaða færslubók er notuð fyrir fasteignagjöldin. Deild og millireikningur og rekstrarreikning fasteignagjalda. Þetta ætti alltaf að vera óbreytt á milli ára. Næsta sem þið getið annarkvort farið hérna beint í kennitölur eigineigna eða þá af fasteignastjóraspjaldinu. Inn á þennan lista myndu þið setja þær kennitölur sem þið viljið millifæra fyrir. Þetta er eitthvað sem er líka óbreytt á milli ára, þannig að það er ekki nema að hafa eitthvað fjölgað kennitölum sem þið viljið millifæra gjöldin fyrir en ekki færa á viðskiptamenn. Viðskiptamenn með sölureikning. Kerfið býður núna upp á það að fasteignagjöld séu send sem RSM-reikningur. Það er þá aðalega fyrirtæki sem eru að taka á móti því. Ef þið eru með RSM uppsett og þið viljið senda fasteignagjöldin sem RSM-reikninga, þá þarf að byrja því að fara hérna í viðskiptamenn með sölureikning og þið sjáu að hnappurinn er bæði inn í fasteignastjóragrunninum og fasteignaspjaldinu. Setja kennitölu inn í listan og síðan þurfum við að fara inn á viðskiptamannaspjaldið og smetla hérna á RSM-hnappinn. Þannig eru að stofna viðkomandi sem RSM viðskiptamann. Ef hann er til fyrir þá gerir þetta ekki neitt, þannig að ykkur er alveg óhætt að ýta á þennan hnapp. En ef hann er ekki til þá stofnast hann og hann fær þá default stillingarnar sem eru uppsettar í RSM-kerfinu. Þannig að það er í raun ekki meira sem þið þurfið að gera til þess að geta sendt fyrirtækjum fasteignagjöldin sem RSM-reikninga. Ok. Næsta sem við þurfum að gera er að stofna álagningar árið 2019. Það sem ég er í prófunarkerfi og þá er ég að vinna með árið 2018. En þið fattið það að þegar ég nota 2019 þegar ég nota 2018. Þá byrjum við að smetla hérna á álagningatímabil. Og þetta er myndin þar sem að meiri hlutin af ykkar aðgerðum mun fara fram. Það er þetta álagningatímabil. Þið getur líka komist inn í álagningatímabil með að fara í deildir, fasteignastjóri og það er þá hérna undir verkhlutar. Álagningatímabil. En ég ætla að nota þessa mynd hér. Og hérna uppi eru í raun allar aðgerðirnar sem eru
nauðsynlegar til að klára ferlið frá upphafi til enda, en það sem við erum að gera núna er við ætlum að stofna árið. Við erum sem sagt bara með 2017, þannig við förum hérna í hnappinn álagningar ár, smellum á nýtt, sláum inn 2018, lágmarks upphæð gjalddaga er sem sagt, hún dreifir gjöldunum þá ekki fyrir ef að upphæðin er undir þessu. Stillum fjölda gjalddaga og stillum hver fyrsti gjalddaginn er, hver tíminn á að vera á milli gjalddaga, og síðan þetta hak hér, það stýrir því hvort að upphafsálagningunni er dreift á 12 mánuði eða ekki. Þetta er eitthvað sem flestir vilja hafa á, þannig við höfum það á hérna. Síðan hérna hægra megin, og þá er ákveðin samantekt fyrir árið. Þannig ef við sýnum ykkur hérna til dæmis fyrir 2016, þá sjáum við hérna að þetta er, hérna sjáum við sundurliðina á fasteignaskattinum, álagninguna alls, fjölda færslna, hérna er heildar álagningin, gjaldfallið, ógjaldfallið og staða á millireikningi. Staða á millireikningi ætti í lok árs að vera 0. Það á að vera ákveðin afstemming fyrir ykkur að í lok árs á staðan að vera 0. Og á meðan að tímabilið er ennþá í gangi, að þá á staðan á millireikningnum að vera svo sama og ógjaldfallið. En nú erum við að stofna árið 2018 og það sem við gerum þá er að stofna tímabil ársins. Það er hnappurinn hér, stofna tímabil. Stofna tímabil, já. Smelli í lagi. Þá get ég valið hérna árið 2018. Og þá er uppsetningin all tilbúin hér. Þetta er eina sem þarf að setja upp áður en við förum í sjálfa álagninguna. Nú, álagningin, þetta er mánaðarlega ferlið sem þið farið í gegnum þegar þið eru að sýsla með fasteignagjöldin. Og það sem við erum búin að gera hérna er að við erum búin að setja upp tímabilin til þess að það sé möguleiki að rekja betur aðgerðirnar innan hvers tímabils. Þess vegna er mikilvægt að vera með rétt tímabil valið þegar þið eru að gera hluti inn á þessari valmynd. Þannig það sem þið geti gert 2019, það er bara að byrja að smella hérna, sækja bunka. Viltu lesa nýjasta bunkan? Já. Þar sem ég er með testkerfi að þá las ég hann hérna inn á tímabil 8. Þetta er ekki bunkin sem ég ætla að nota. Og þá breytir staðan á tímabilinu bunkisóttur til FMR. Það sem ég ætla hins vegar að gera er að ég ætla að fara hérna í sækja gamlan bunka og ég ætla að sækja 2018-01 sem er upphafsálagningin 2018. Tekur smá stund að leiða það inn. Þetta er ekki eitthvað sem þið þurfið að gera, heldur þið smelli bara á sækja bunka-knappinn og með valið rétt tímabil og þá á nýjasti bunkin að koma.
Nú fyrir að sjá fyrir endan á þessu. Þetta er náttúrulega frekar stór bunki og þetta er upphafsálægning. Svona. Og sem sagt það sem gerist þegar þið leiða hérna þessum litla bunka því ég ætla ekki að vinna með hann. Það sem gerist sjálfkrafa þegar þið smellið hérna á sækja bunka er að bunkin opnast og hann fær úthlutað tímabilinu sem þið voruð í þegar þið smelltið hérna á sækja bunka. Tímabilið stýrir bókunardagsetningunni á bunkanum og það eina sem þið þurfið að setja hérna inn er lýsing. Þannig að þetta er bara upphafsálagning 2018. Og það er síðan bara eitthvað sem ég vil bóka. Þá keyrir það. Þetta er ekki að taka langan tíma. Og hérna kemur þetta segir okkur að það er búið að flytja í fjárhagar FGA. Þessi tala hérna á 7 færslur, hún er ekki rétt, eða það eru 7 færslur, en það sem gerist síðan að vegna þess að við höguðum í að dreifa á mánuði, og þá eru talsvert fleiri færslur í bókinni í þessu tilfelli. Það eru bara í upphafsálagningunni. Þannig ekki láta ykkur bregða þegar við kíkjum inn í færslubókina. Nú smelli ég hérna á í lagi og þið sjáuð að staðan fyrir tímabilið breyttist í FMR bunki bókaður. Næsta skref er þá hérna við hliðina á færslubók og hún spyr er tímabil 1 örugglega rétt. Það er vegna þess að hún skráir aðgerðina sem við gerum inn á þau tímabil sem við erum á. Þannig að já, þetta er rétta tímabilið. Og hérna er þá færslubókin og fyrir upphafsálagninguna og þá sjáum við að hún er að bókast hérna á alla mánuði ársins. Þannig það sem þarf að gera þá er að það þarf að smella hérna á bókunardagsetninguna. Ég skal sýna ykkur fyrst hvað gerist ef ég geri það ekki. Og þá kemur villa sem segir að þessi mismunur út af bókunardagsetningu. Þannig ég þarf að raða hérna í bókunardagsetningar röð. Þannig mánuðinni koma allir hérna í röð. Og þá gæti ég bókað þessa bók. En út af ég er í testkerfi þá ætlum ég bara að eyða færslunum. Þið myndir náttúrulega ekki gera það, heldur myndir þið bóka færslubókina. Síðan myndir þið smella á í lagi. Og þá spyr kerfið, hvað gerðir þú í færslubókinni? Og þá annarkvort segir þú hætta við og gerðir ekki neitt eða segir bókaði ekki færslubókina. En við bókuðum hana. Bóka færslur frá FMR bunka í lagi. Og þeir sjáu hérna að það hækkaði talan í tímabilisaðgerðum. Það er vegna þess að hérna inni koma allar aðgerðirnar sem við gerum. Þannig við skulum halda áfram. Nú erum við búin að bóka bunkan.
Það sem síðan mikilvægt að gera, sérstaklega í upphafsálagningunni, það að merkja millifærslueignir. Það keyrsla sem hérna aðgengilega á fasteignastjóraspjaldinu merkja millifærslueignir og smetla bara í lagi, það þarf ekki að setja inn kennitölu. Það sem þessi keyrsla gerir er að hún hakar við þær eignir sem tilheyra sveitarfélaginu sem við settum í hérna kennitölur eigin eignalistan. Og það eru þá ekki stofnaðar viðskiptamannafærslur fyrir þær, heldur að færa þær beint í rekstur. Þess vegna er mikilvægt að gera þetta eftir upphafsálagninguna áður en það gjaldfellt af viðskiptamenn. Sem næsta skrefið. Það að gjaldfella á viðskiptamenn. Smellum á það. Þá opnast hérna gluggi. Hann velur árið og tímabilið eftir því hvar ég var hérna í tímabilslistanum og gjalddagarnir eru stilltir sjálfkrafa eftir því. Þannig hér þarf ég bara að smella í lagi. Þá kemur hérna smá keyrsla. Það getur náttúrulega ekki verið örnámskeið á þess að eitthvað fari úrskeiðist, þannig að bara held inn enter til að losna við þessa villu. Þetta eitthvað sem þið ættuð ekki að lenda í. Svona, og þá breytir staðan á tímabilinu í tímabil gjaldfellt. Og þeir sjáum að hérna hækkaði aftur og þeir sjáum að hér á gjaldfellt af viðskiptamenn og sjáum hver gerði það og hvenær. Þannig að með þessu þá verið að reyna að útiloka það að eitthvað skref gleymist og ef þið eru ekki viss þá hafið alltaf þennan möguleika að fara hérna aftur og sjá hvað var gert og af hverjum og þá hvort eitthvað hafi gleymst. Nú búið að senda gjaldfella á viðskiptamenn og þá förum við aftur í færslubókina. Aftur spyr hún, þetta örugglega rétt tímabil? Já. Og þetta þá bara fyrsta færslubókin fyrir fyrsta gjalddaga sem þið myndu bóka. En verandi í þessu prófnikerfi þá ætla ég bara að henda færslunum út. Þetta náttúrulega frekar stór færslubók líka þannig að það myndi taka heila eilífð að bókana. Látum okkur klára með hvað við erum lengi að eyða úðurinni. Í lagi. Og þá spyr hún aftur hvað vorum við að gera í færslubókinni. Nú vorum við að bóka færslur vegna gjaldfellingar. Ok, þá næsta skref að bóka á rekstur. Þetta eitthvað sem sumir hafa gert bara þegar þeir muna eftir því en við náttúrulega mælum með því þetta sé bara gert jafn óðum. Þess vegna þetta hérna í rauðina á eftir viðskiptamennum og aftur þetta sambærilegu gluggi. Og fyrir viðskiptamenn það að segja árið og tímabilið valið sjálfkrafa þannig að þið þurfum bara að smella á í lagi. Og hérna fáum við villu. Og það mjög viljandi sem að þessi villa kemur. Hérna stendur málaflokk deildkóti verður að hafa gildi á þessu hérna fastanúmeri. Þessi fasteign sem sagt merkt sem millifærslueign. Og það sem ég geri þá, ég smelli hérna á fasteignir til að fá fasteignarlistan, setja inn fastanúmerið til að afmarka mig á þá eign og opna fasteignaspjaldið. Og hérna neðst undir nánar á fasteignaspjaldinu með reitin málaflokk deild og verkefni. Hérna þarf ég sem sagt að setja inn
deild og verkefni eftir því sem við á hjá ykkur. Smetla á í lagi, loka og keyra þetta aftur. Og nú fór þetta allt yfir í færslubókina. Þannig við förum aftur í færslubókina. Í þessu tilfelli eru það mjög fáar færslur, það er hvernig þetta er uppsett hjá mér. Því ég fáið örugglega heilan helling og ég hendi þeim út, því náttúrulega bókið færslubókina. Og aftur við vorum hérna að bóka færslur vegna gjaldfellingar. Enn eitt skrefið, næsta hérna í listanum, sölureikningar til bókunar. Þegar þið eruð að senda fasteignagjöld smærri sem reikninga, þá bókast það ekki í færslubók, heldur verður til sölureikningur sem þarf að bóka sérstaklega. Og með því að smetla á þennan lista hér og þá opnast sölureikningarglugginn fyrir fasteign eða fast eða hver sem viðskiptareikningurinn ykkar er, það er náttúrulega uppsett í fasteignastjóragrunninum. Og hérna getið þið þá bara valið að fjöldabóka alla reikningana. Þannig þið eigi ekki að þurfa að skoða þá neitt sérstaklega, þeir eiga bara að rúlla í gegn. Sem þið búin því, þá lokið þið, voru reikningarnir bókaðir? Já. Og þá eru þið í raun og veru búin að bóka fasteignagjöldin. Þannig það næsta sem við þurfum þá að gera er við ætlum að fara að senda fasteignagjöldin. Og þá er það bara hérna áframhald inn í þessari sömu mynd. Þetta er eitthvað sem þið hefðu vanlega farið inn í innheimtukerfið til að gera. En þið hafið sem sagt möguleikann á að gera þetta hérna á valmyndinu og þá er bara að stofna kröfukeyslu. Krafa per tímabil. Þið myndið þá slá inn lýsingu sem er til dæmis afmarka á innheimtu aðilann. Stofna kröfu á hverja færslu, það er bara allur gangur á því hvort fólk vil hafa það á eða ekki. Veljum við að nota einslegin gjalddaga, setjum 1.3. Þetta er bara eitthvað sem þið stjórnið algjörlega sjálf. Og hér er síðan mikilvægt að haka við allar færslur. Það var þannig að það þurfti að vera færslur án tegundar. Nú mælum við með því að hafa allar færslur því að núna er þetta ekki bara á færslubók, heldur þetta líka sölureikningar og jafnvel sölukreditreikningar í einhverjum tilfellum. Þannig að allar færslur er það sem þið vilja hafa hér. Svo farið þið hérna undir viðskiptamanna færsla og afmarkið ykkur á bókunardagsetningu. Og bókunardagsetningin er þá 1.3.18 í mínu tilfelli, en ég mæla alveg með því að taka bara tímabil líka. Þess vegna bara frá áramótum og jafnvel út mars. Ég segi það vegna þess að það getur alltaf komið fyrir að það eru kannski handbókaðir einhverjar leiðréttingar inn á viðskiptamennina eða eitthvað flutt á milli viðskiptamanna sem er mögulega ekki á sömu dagsetningum, að þið eru þá að tryggja það að allt sem er á viðskiptamennum sem er ekki með kröfu nú þegar, að það myndi þá stofnast í þessari kröfukeyslu. Hérna myndið við smetla á í lagi og kröfukeyslan opnast og hún spyr var kröfukeysla stofnuð. Já, hérna er ég reynda bara með eitthvað annað, og þetta myndið við síðan bara senda hérna með smetla á senda keyslu. Boðgreiðslurnar eru síðan svona sambærilegar. Það er hérna hnappurinn er stofna boðgreiðslubunka. Þið myndu velja innheimtuaðilann sem á við ykkar tilfelli og velja
fasteignagjalda keysluna, smetla á í lagi og boðgreiðslubunkin myndir stofnast og þeim myndir senda. Ég ætla ekki að fara neitt sérstaklega mikið í það. Þið hafið síðan hérna flýti leiðir inn í bæði kröfu keyslur og boðgreiðslur, það sem afmarkað á innheimtu aðilann sem þið settið upp í fasteignastjóragrunnum, þannig að þið ættið þá bara að fá fasteignagjalda Síðasta skrefið í sendingunum þá að senda rafræna reikninga. Smellið á það hér, þá fáið þið alla ósenda af rafræna reikninga. Þannig þið þurfum aðeins að spá í því hérna hver bókun og dagsetningin eða númerröðin eða eitthvað. En þið veljið bara þá reikninga sem þið vilja selda og smellið hérna á senda valda reikninga. Lokið. Þá spyr hún voru rafrænir reikningar sendir og segjum já. Núna erum við í raun og veru búin með álagningarpartinn. Og þið getið séð hérna undir aftur tímabilsaðgerðunum. Þá sjáum við í raun allt ferlið, hvenær það var gert og af hverjum. Þannig að ef þið eru ekki viss búið að senda boðgreiðslubunkan, þá eigið að geta séð það inn í þessum lista hér. Búið að bóka á rekstur, þá gagnlegt að nota þennan lista hérna til að trakka þetta, hvað hefur verið gert og hvað ekki. Svo ég sýni ykkur líka hérna. Þið smellið hérna á sækja bunkan til að lesa nýjasta bunkan. Í lagi. Þá langaði mig að sýna ykkur hérna á fasteignagjaldamyndinni. Þá kemur hérna óbókaður fasteignagjaldabunki 1. Þannig þið sjáuð á þessari valmynd hér þá ég að sjá sem sagt ef það eru óbókaði bunkar, ef það eru óbókaði færslubók, ósendar fasteigngjaldakröfur, ósendar boðgreiðslukröfur. Og fyrsti kastinn hérna sýnir ykkur ef það eru ykkur villur sem þarf að bóka sérstaklega. Og það það sem við ætlum að skoða hérna undir liðnum annað. Þá ætla ég að sýna ykkur eitthvað sem kannski fæstir hafa lent í. Það ef það þarf að bóka handvirka leiðréttingu. Þannig núna ætla ég að fara hérna á tímabil 2 og ég ætla að sækja gamlan bunka sem ég veit að með villu í. Þetta eitthvað sem þið þurfið ekki ættið aldrei að þurfa að gera þegar þið rauninni aldrei að þurfa að sækja gamlan bunka. Svona. Villubunki. Og hann á að vera á tímabil 2. Þetta gerist sjálfkrafa hjá ykkur þegar þið notið knappinn hérna, sækja bunka. Ok, ég ætla að bóka bunkan. Það fer inn í færslubók. Það langar með að sýna ykkur hérna að það myndaðist engar færslur á færslubók út af þessum bunka. Það ekkert óeðlilegt. En þið sjá hérna eru komið 7 færslur sem þarf að laga handvirkt. Það enda þetta hérna á tímabil 1. Það böggur í kerfinu hjá okkur, en þið sjáu að þessi villilisti, hann ætti alltaf að vera á 0. Og hvað gerum við þá? Jú, þá smellum við bara hérna á bóka handvirka leiðréttingu og þá opnast gluggi með þessum villum. Og við sjáum að þetta eru 3 eignir sem eru með villu. Og við smellum þá bara hérna á fasteignknappinn til að opna fasteignaspjaldið fyrir þá eign. Og slæ hérna inn 2018 til að afmarka mig á 2018 og við sjáum hérna á eignafærslunum
að það er eitthvað verið að hringla með eignarhaldið á þessari eign og kerfið er ekki að ráða við prósentubreytingarnar. Það sem við gerum þá, við förum hérna í bóka handvirkjaleiðréttingu. Þá opnast sem sagt þetta spjald, byrjum að smella á eyða færslum. Þá eyðir hún út hvernig þetta er uppsett núna, hvernig þetta álagningin er uppsett. Smellum hérna á búa til tillögu og þá það sem hún gerir hérna er að hún tekur gjöldin eins og það voru. Það eru línurnar sem birtast hérna vinstra megin. Ásakið. Og hún ætlar að breyta álagningunni þannig að hún verði svona. Þannig að þetta er fyrst og fremst, það er hérna einn að detta út og einn að koma inn í staðinn. Þannig í þessu tilfelli þá er einhver stórkostlega breytingar sem þarf að gera. En inn í þessari valmynd hérna hafið þið möguleikana á að laga aðeins gjöldin ef þið hafa lent á villu og ykkur líst ekki á tillöguna sem kerfið kemur með, að þá getið þið breytt henni. Þá þið getið dreift á fleiri gjalddaga, þið getið sett gjöldin bara á einn aðila. Þannig það er ákveðin sveigjanleiki hérna. Það sem þarf bara að passa að það sé alltaf sama talan sem er upprunalega talan og talan sem þið endi með. Þannig að það er engin mismunur þar. Þegar þið eru síðan ánað með útkomuna á þessari leiðréttingu, þá smellið þið hérna á staðfesta. Þá býr viltu staðfesta? Já. Þá býr kerfið til nýjar leiðréttar gjalddagafærslur og þá eru þið laus við það úr villulistan. Og þegar þið eru laus við það á villulistanum, að þá getið þið bara gjaldfellt á viðskiptamenn eins og venjulega. Þannig að þetta kemur upp þegar þið eru búin að sækja bunkan og þegar þið bókið hann. Ef það kemur á villulista, þá verður þið að stoppa, klára, hreinsa út villulistan með því að fara hérna í bóka handvirkjaleiðréttingu áður en þið haldið áfram á gjaldfell á viðskiptamenn. Þetta á að vera í undantekningatilfellum þar sem þetta gerist, en ef þetta gerist þá verður þið að laga færslurnar áður en það er haldið áfram með ferlið. Þannig að það er mjög mikilvægt. Það sem ég langaði síðan að sýna ykkur er hérna undir álagningar ár. Þá er hérna lítil skýrsla sem heitir tölfræði ára og hérna er sem sagt hafið þið alla tölfræðina úr kerfinu á einu spjaldi sem er þá hægt að taka yfir í Excel og vinna með eitthvað nánar ef það er eitthvað sem þið viljið gera greina eitthvað trend í fasteignaskattinum eða fjölda eigenda eða eitthvað svoleiðis. Þannig það er hægt hérna inn á álagningar ár. Skýrsla fasteignasala sem er náttúrulega mikil notuð, hún er hérna, hún er undir skýrsla og skýrsla til fasteignasala, hún er bara óbreytt, þið bara sláið þeim fastanúmer. Og sláið inn ár. Og þá kemur þessi gamla góða. Það síðasta sem ég langaði að segja að sýna ykkur er eitthvað sem fá sveitarfélög hafa nýtt hingað til og hafa líklega bara ekki vitað af. Það heitir erindi fasteignagjalda og það er hnappur fyrir það hérna á spjaldinu. Það sem þetta er hérna getið þið skráð inn alls konar umsóknir afslætti eða umsóknir lækkanir og svoleiðis og þið getið sett upp sem sagt með því að fara hérna undir tegundir erindir að það var hægt að setja upp alls konar tegundir þar sem að
ef við setjum hérna sýningu hérna gluggann og þá er sem sagt hægt að setja upp texta bæði ef það er hvernig það er samþykkt og þegar það er hafnað og sett inn hérna svona staðlaðan texta sem kemur þegar þið stofnið erindi af þessari tegund og eins hvernig það er reiknað. Og ég ætla bara að stofna hérna nýtt erindi á árinu 2018. Og stilli þá hérna tegund erindis, bara samningur. Já, þá fæ ég ég ætla að breyta fastanúmerinu til að losna við hana. Ég ætla að setja hérna fastagjöld niðurfelld samkvæmt samningi og hérna er hægt að setja málsnúmer, úrræður, kerfi, hvenær erindi berst og hvenær það er afgreitt, hvort það sé afgreitt með bréfi eða tölvupósti, hvort það er samþykkt eða hafnað. Og hérna undir gjöld og þá sjáum við er sem sagt útreikningurinn á gjöldunum var og verður. Og í þessu tilfelli þá er ég að setja á hana samningum að öll fasteignagjöld séu niðurfelld og þá get ég farið hérna undir skýrsla, prenta svar og skoðun. Og þá fæ ég hérna staðlað bréf með sem sagt þess vegna málsnúmeri og öllum upplýsingum sem sýna hvernig gjöldin voru fyrir og hvernig þau verða eftir breytinguna. Og þetta er þá í raun, það er hægt að nota þetta til að öll mál sé afgreidd eins og eins til að flýta fyrir hjá ykkur að klára svona mál. Þannig í raun það sem þið þurfið þá í þessu tilfelli að gera er að stofna tegundirnar af erindum sem ykkur dettur í hug. Það getur verið alls konar. Þú veist, óskum styrk, óskum niðurfellingu á sorpi. Það bara getur verið hvað sem er. Og þið getið þá stofnað það hér, sett inn alls konar texta, staðlaðan texta, staðlaða textan með síðan hægt að breyta á erindinu sjálfu ef að það er eitthvað sem á ekki við fyrir það erindi. En þetta er frekar fínt kerfi. Og ef þið viljið kynna ykkur að eitthvað frekar, þá getið þið náttúrulega alltaf haft samband við okkur hjá Wise. Fleira var það svo sem ekki, jú, hérna á þessari valmynd hér, þegar þú opnir fasteignastjórann. Í gegnum þetta hér. Þá er hérna þessi grafíska framsetning. Það voru engin álögð gjöld 2017 og þess vegna sjáum þið ekki þar en sjáum hérna 2018 komið inn. Fleira var það ekki. Ég er með leiðbeiningar sem ég ætla að senda á alla sem voru skráðir á þetta námskeið og verður örugglega sent út til allra hérna líka sem ég raun dítela allt sem við vorum að fara í gegnum núna. En síðan verður þetta sett inn á námskeiðin mjög fljótlega og þetta verður þá aðeins brotið niður þannig að þið þurfum ekki að fara í gegnum 40 mínútur á námskeiði til að geta lagt á fasteignagjöldin. En ég ætla þá bara að þakka fyrir mig og þið sendi bara endilega post á Sveitadvice ef þið þurfið eitthvað aðstoð við álegninguna eða hafið eitthvað spurningar eða betur bætur. Takk fyrir.